Já, takk fyrir. Ég var búinn að setja inn að glæru með smá kynningu en það búið að fara í gegnum hana. En ég ætla að fara í gegnum svona aðferðafræði og hugmyndafræði varðandi þegar allt umhverfið hægvirkt og allir að kvarta og hvernig maður vinnur sig út úr því að það séu bara allir einhvern veginn hringjandi að eitthvað sé hægvirkt og engin skilgreini þannig nákvæmlega fyrir þér og þú ert einhvern veginn að komast að rótarorsökinni og bregðast svo við því. Og það rauninni, það sem maður þarf að byrja á að gera að skilgreina vandamálið. Í staðinn fyrir að segja bara allir það eitthvað hægvirkt. Það þarf að finna út hvað nákvæmlega hægvirkt, hverjir að kvarta, hvað sameiginlegt með þeim og reyna að koma sér niður á einhverja skilgreiningu. Og þegar það komið þá þetta að fara að finna út hvaða kerfi það á bakvið og þá þetta að fara að skoða kannski logga og annað slíkt og álagsmælingar og annað slíkt. Og það sem það að gera að reyna að átta sig á heildarmyndinni og passa að svona þjónustustig, first level, second level, third level support og það haldi sér. Þannig að það sé ekki bara allir notendur að hringja í gaurinn sem það svo að fara að laga. Það kannski 100 notenda og svo einhverjir á þjónustuborði og svo kerfistjórar og svo einhverjir sem að sjá bakendann. Það var mjög erfitt fyrir gaurinn í bakendanum að vinna að lausn málinu þegar allir notendur væri bara að hringja í gemsanars. Þannig að það þarf að passa að þetta haldi sér. Og svo líka mikilvægt að á þessu tímabili þar sem verið að skilgreina vandamálið og kannski átta sig á umfanginu að það kemur pressa bara að laga þetta bara. Og þú ert ekki búin að skilgreina skópið á vandamálinu eða eðli vandamálsins en oft stjórnandi kannski komin með pressu þegar ég með mikilvægan viðskiptavin og hann að segja bara ég brjálaður og ég þarf að koma kerfinu mínu í gang en það ekki komin svo tímapunktur að þú veist raunverulega hvers eðlis vandamálið Þannig að þetta þarf allt gerast í réttri röð. Þannig að það þarf að skilgreina vandamálið og það þarf að skipuleggja það aðgerðir og oft þarf að framkvæma kannski áhættumat með kannski lausn á vandamálinu en hún felur í sér einhverja aðgerðir sem getur þýtt niðritími eða endurræsing á búnaði eða slíku og þá skapar það kannski einhverja áhættur. Þannig að það þarf að meta það og þegar það komið þá þetta að fara að innleiða lagfæringuna. Þannig að þetta þarf allt gerast í réttri röð. Og hérna bara svona myndu það að þið sjáu hérna viðskiptavinnuna, að þið sjáu fjöldan af þeim ef að þeir myndu allir fara að hringja beint í hérna third level gaurinn, þá gerði hann náttúrulega ekkert í vandamálinu, hann myndi bara vera í samskiptum allan tímann. Og það þarf að passa það að þetta stig haldi sér og stjórnendur sem eru þarna neðst á milli, að þeir séu kannski að ríleigja upplýsingum á milli þjónustustiga og þeir eru svona fronturinn kannski fyrir hvern og einn hóp út í viðskiptavinnu. En hvernig skilgreinum við vandamál? Fyrsta lagi þá þurfum við að vita hverjir eru fyrir áhrifum, hvaða hópur notenda og hvað eru að gera og hvernig þeir verða fyrir áhrifum. Þeir kannski hringja, það bara allt niður í hjá okkur og þá þarf að spyrja spurningar, hvað meinar allt? Þú veist, rafmagnið til staðar? Ok, það til staðar, kemst á internetið? Já, ok, það þá í lagi, en svo kemur í ljós að það vantar einhverju upplýsingar inn í eitthvað ákveðið kerfi kannski. Þá getur það bara verið að vanta einhver gögn eða einhver hugbúnaður í ólagi, en samtali byrjar að þessu, það bara allt ómögulegt. Þannig að það þarf að komast að því hver raunverulega áhrifin eru. Svo þegar það hringja margir inn og kannski fleiri kúnnar, þá þarf að fara að taka saman hvað þá sameiginlegt með þessu notendur sem hringja inn kannski 10 kúnnar og allir lýsa svona einhverjum óljósum vandamálum og það komin svona einhver mynd á það kannski, en hvað þá sameiginlegt með öllum þessu notendum? Kannski þeir á sama gagnagrunni inn í einhverju kerfi eða kannski þeir með sama gagnastæðu eða inn í sama sýndarumhverfi, en hvaða sem er sameiginlegi punkturinn. Og þannig að maður þarf að finna kerfin og finna svo hvað sameiginlegt kerfunum. Þannig að ef það kannski verið kvart yfir hægagangi í einhverjum vefþjónustum, þá getur verið gagnagrunnur þar á bakvið og svo getur verið einhver önnur kerfi sem eru líka inn á þessu gagnagrunni. Þannig að það þarf svona að átta sig á heildarmyndinni. Og þegar maður er að fatta þetta, þá hægt að fara að skoða
raunlega villuboð í hugbúnaðinum eða kerfunum sjálfum. Skoða loggfærslur og skoða mælingar og það getur verið villuboð bara ef þú opnar hugbúnaðinn þá getur verið villuboð þar og oft eru mjög miklar upplýsingar í loggfærslum og svo getur verið með svona hegðunar vandamál þar sem að þú ert með einhverja álagsgröf þar sem að þú sérð eitthvað trend og þú veist að ef diskabið fer upp fyrir einhvern ákveðinn tíma þá fara notendur að upplifa vandamál og það getur verið fullt af svona mælipunktum sem þú þarft að skoða til þess að finna hvað það er á bakvið. Og eftir skoðun á þessu öllu saman, þá getur maður svona að fara að sjá, ok, hérna erum við með sameiginlega notendur, þeir eru hérna í einhverju sameiginlegum kerfum, sameiginlegum búnaði og það eru þarna einhverja villur í búnaðinum og þá getum við fara að grafa okkur niður á að það sé rótarorsökin, hún liggur þarna í þessum búnaði eða ekki þá þessum búnaði. Þannig að þetta er svona tré sem það þarf að höggva smá niður til þess að finna raunverulega hvað er rótarorsökin. En svo þegar það er komið þá þarf að skoða eins hvað ætlum við að gera og hvað þýðir það raunverulega sko. Að ef við ætlum að endurræsa eitthvað kerfi eða endurræsa einhverja þjónustu eða færa einhverja hluti til að það getur haft einhverja afleiðingar af sér aðrar en bara lagfæring á vandamálinu per se og það getur verið eitthvað sem þarf að upplýsa þá notendurnar eða viðskiptavinnu eða aðra kerfisstjóra það eru ekki til þess að laga þetta þá þarf ég að gera einhver röð aðgerða og það getur leitt af sér sko óþægindi svo fyrir einhverja aðra þannig að það þarf að búa til eitthvað svona áhættumat. Er þess virði kannski að endurræsa bara strax núna eða ætlum við að lifa með þessu til klukkan 5 í kvöld og þá ætlum við að gera þetta því að þá verður minna nudd kannski við þá aðgerð og þegar við erum búin að átta okkur á því að það er kannski bara meiriháttar truflun fyrir kannski miklu fleiri en er að kvarta þá þarf að kannski að fá samþykki yfirmanna og þeir þurfa kannski að meta viðskiptulegu forsendurnar. Ætlum við að expósa vandamál til fullt af viðskiptavinum út af einhverju einu vandamáli sem að trufla aðra viðskiptavinni og þarna erum við að tala þá bara viðskiptasambönd sem geta verið í hættu eða ekki hættu og það er þá yfirmannanna að meta það af því að tæknimaðurinn sem er að ýta á takkana hann er kannski ekkert með tekjur á bakvið viðskiptavinin eða svona heildar svona móral sem er hjá viðskiptavinum kannski þessi kunni mjög viðkvæmur eða ekki og þetta þarf alltaf að meta og það þarf að draga yfirmennina inn í þessa umræðu. Þannig að ef það er mikil áhætta að fá þá sem eru ráðnir til þess að taka ákvarðanir að taka ákvarðanir. Lausnin getur verið einföld í aðgerðinni en áhrifin getur verið mikil. Svo þarf að innleiða lagfæringuna og það fyrir tæknimenn getur oft verið bara mjög einföld aðgerð og það getur verið endurræsing á einhverju búnaði, það getur verið tilfærslur í kerfunum og ef það eru kannski einhverja stóra tilfærslur þá er aðgerðin sem slík einföld og mjög þægileg en getur tekið tíma. Ef það er til þess að færa mikið af gögnum á milli gagnastæða eða eitthvað svoleiðis út af álagi eða bilun í gagnastæði þá getur það tekið kannski marga klukktíma en einföld aðgerð per se. Og þegar það er komið, þegar maður er búinn að innleiða fixið að þá er mjög mikilvægt að fá staðfestingu á virkni. Þannig að maður sé ekki bara búinn að gera eitthvað og svo veit maður ekkert hvort að kúnninn er raunverulega farin að upplifa betri hegðun. Maður þarf að fá staðfestingu frá viðskiptavinum eða kerfisstjóranum eða viðskiptastjóranum að það sem maður var að gera hafði raunverulega einhvern árangur. Og það er það gleymist oft raunverulega að bara hringja tilbaka í kúnnan. Herri, núna er ég búinn að ýta á alla takkana mína og þið farið að líða betur. Og það er mjög mikilvægt og þegar þetta er allt saman komið þá er líka mjög gott að skrá niður bílanlýsingu og skilgreiningu á vandamálinu og úrlausnina, hvað þú gerðir í einhvern þekkingargrunn eða eitthvað wiki eða eitthvað form þannig að þegar þetta gerist næst þá styttir við discovery ferli við að finna út úr hlutunum. Þá hefur bara þess vegna bara í staðan fyrir að þú einn vitir það bara ok, næst þegar ég lendi í þessu að þá, ef þú ert í frí eða eitthvað þá getur einhver annar gripið inn í. Þannig að það er mjög mikilvægt að koma þessum svona
ferlum frá sér. Svo til þess að komast að þessum upplýsingum, hver eru villiboðin, hvernig hegðunin og annað slíkt, þá þarf maður einhver tól. Og öll tölvukerfi eru með einhverjum tólum og þetta svona sett af tólum sem ég nota til þess að skoða álag og villiboð. Og ég reka VMware og þar eru tól sem heitir vCenter sem að sér að maður managera því. Og við Realize Operation Manager sem er svona logging tól sem að fer yfir álag og villiboð og sér svona trends á mæli niðurstöðum út úr vCenterinu. Og svo er Log Insight, það er tól sem að grípur öll villiboð og allar syslog frá öllum kerfunum. Þannig að þar geti leitað að villiboðum og geti skoðað aftur í tíman eftir villiboðum og öllum aðgerðum sem eru gerð í kerfinu. Og Observium, það er tól sem ég nota til þess að fylgjast með netbúnaði, netportum og álagi á öllum netlinkum og líka villiboðum á netlingum. Og svo Grafana, það er tól sem ég nota til að fylgjast með gagnastöðunum sérum. Það loggar niður alla mælingar á gagnastöðum. Svo er mér mikilvægt bara svona almennt að þekkja hvaða komponentar í kerfinu eru öll jöfn að valda álagi. Og hérna er ég með skjáskot þar sem ég er búin að taka í grafi svona lista af sýndavélum og grafið sýnir svo þær sýndavélar sem eru mesta diskatrafík. Þannig að yfir einhver tímabil er ég búin að mæla meðaltals álagið frá viðkomandi sýndavélum. Þannig að eftir þetta þá þekki ég umhverfið á þess að þekkja sýndavélarnar per se og þá þekki ég ekki þarna eru sýndavélar sem að búa til öll jöfnu mesta álagið í umhverfinu mínu. Þannig að þá þarf ég kannski eitthvað að hanna fyrir því að eiga rýmt fyrir þær og líka þá veit ég að þetta eru vélar sem ég þarf að passa sérstaklega vel upp á. Og svo er maður með svona veðmaps sem eru grænu kassarnir og kassarnir eru mismunandi stórir eftir hvað vélarnar eru stórar í diskatrafík og svo litur á þeim mismunandi eftir diskabið. Þannig að þetta gefur manni svona heilsutekk bara á einu skjá hvernig líður umhverfinu og það er alltaf eitthvað mismunandi álag og mismunandi umferð og þá hefur maður svona dashboard til þess að sjá þetta og þetta er út úr VROPS sem ég hef svona dashboard. Og svo er hérna skjámynd úr Observium sem að sýnir nettrafík og hérna er nettrafík á ákveðnum komponentum í áritunarkerfinu hjá mér og með því að þekkja svona hvað er eðlileg trafík, hvenær hún á sér stað og hvað hún er mikil, að þá getur mér auðvitað séð ef það kemur kannski kvörtun þegar núna er allt hægvirkt morguninn og hvað er að valda. Ef ég logga mig bara inn á þetta kerfi og sé trafíkinn inn á afritunarkerfið, að þá getur ég séð bara, ok, ég veit að þessi komponent þarna í þessu gagnaveri, hann er fyrir hæðagangi af því það er afritunin ennþá að keyra. Og þá getur það séð það bara og rauninni netmaðurinn minn getur séð það og fullt af fólki getur séð það á þess að þurfa að logga sig eitthvað inn í afritunarkerfið sérstaklega. Þannig að þekkja svona hvernig umhverfin er eðlilega og geta svo logga sig inn í kerfið og séð hér, ok, núna af hverju það er hæðagangur og það er spækur út af afritun hérna, og klukkan er 10 og allir að kvarta. Þannig að þá er ég komin nær einhverju rótarásök. Þannig að þetta er svona mælitól til þess að horfa á net. Svo er hérna skjáskotur Log Insight og þetta tól tekur allar syslog upplýsingar út úr bæði sýndarumhverfinu og gagnastæðunum og vélbúnaðinum. Og hérna er dæmi graf þar sem það var hringt í mig á laugardegi og það var bara bakvaktinn og rauninni fáir kerfistjórar aðgengilegir og mjög svona óljóst hvað var í gangi. Það var einhver að hringja inn í þjónustuverið og svo eftir smá tíma þá fara kerfistjórarnir eitthvað að hringja og það er búið að ræsa út einhverja menn og eitthvað vandamál og allt mjög óljóst. Og það sem ég gerði að ég fór inn í log eftirliti, slá inn hérna error og leitaði því og þá sá ég bara, ok, klukkan 3 þarna, þá byrjaði að koma upp eitthvað error í kerfinu. Og á þess að vera búin að logga mig inn í nokkurn skapaðan hlut, þá sagði ég bara, ok, það byrjaði að koma error klukkan 3. Og svo í þessu tóli þá getið séð hver var sourceinn og þá sagði það, ok, það var eitt ákveðin host sem að kom með þessi error.
Þannig að ég fór inn í vísenterið mitt, setti viðkomandi hóst í maintenance-mót og syndavélarnar fóru af. Það tók einhverjar mínútur og svo endurresti ég hann í lokin. Og þarna hafði ég enga hugmyndu hver var þú veist, hvaða kunnar þetta voru eða hvaða kerfið eða neitt svoleiðis. Ég bara fór inn í logtólið mitt og sló inn error. Og bara á 5 mínútum var ég búinn að finna lausn og róta vandann. Öll í efni ef ég hefði þetta fara að skoða logga í textaskrá á öllum hóstunum minni, það tekið einhverja klukktíma. En þetta tók 5 mínútur. Þannig að þetta er tól sem að hjálpa manni. Og þetta er alveg snilda tól, þetta log insight. Og hérna er ákveðið graf á diskaumhverfinu og þarna er svona dæmi svona spike sem kemur og eins og við sjáum að það kemur hérna á vinstra megin, þá kemur diskabið, það kemur aukin umferð og það kemur aukin diskabið. Og það er einhver sem kvartar og hringir í mig og ég fer að skoða og sé að ok, diskabiðin er farin og þetta lagaðist bara, en hvað var? En þarna er ég með historíun aftur í tíman og ég get fara að grafa mig niður á hvaða diskavoljum þetta var og hvað er þar og hef þá historíuna. Þannig að ég get staðfest, ok, það var aukin traffík, það var diskabið, þetta var ekki bara brjálaður notandi af því að hann var í einhverju vondu skapi, það var raunverulega eitthvað vandamál að gerast hjá okkur. Sko. Þannig að eiga svona logga umhverfið, það er alveg gríðarlega mikilvægt. Og í þessu tilviti þá gæti ég skoða svo inn í VROPS, að hérna er ákveðið diskaumhverfi og þarna er ein sýndavél sem er með mikla diskabið. Og hún er hérna stór og feit, allt í lagi með það, nema það að hún er raunverulega að upplifa mikla diskabið og vandamáli lág á henni, en ekki einhverju öðru. Þannig að þarna var ein sýndavél sem að í þessu tilfelli var að gera einhverja aðgerðir sem að setti þá gagnastsvæði sem var undirliggjandi upp í mikla diskabið. Þannig að þá upplifði þessi notandi vandamál. En hvað gerir svo ef bara allar sýndavélar eru rauðar? Þá getur við kannski verið, í staðan fyrir að skoða einhverja stakar aðgerðir inn á einhverjum sýndavélum, að þarna hlýtur að vera þá eitthvað undirliggjandi vandamál á gagnasvæðinu sem er undir. Og það getur verið bara heilt yfir, bara ómikið álag á það, eða það getur verið einhverja keyrslur á gagnastæðinu, kannski einhverja bakvinnslur í gagnastæðinu, eða þá kannski afritun sem er að draga gagninu út af gagnastæðinu. Og það kemur inn á dagtíma og allir verða fyrir áhrifum. Þannig að þarna er engin ein sýndavél sem er rótarorsökin. Það er eitthvað í bakendana sem er sýndað, sem er rótarorsökin. Þannig að þarna með því að skoða þetta dashboard þá getið séð bara, ok, þetta er ekki workload hjá einhverjum einum kunna sem að veldur. Það er eitthvað í bakendanum sem að veldur þessu. Og getur verið afritun eða álag á diskastæði út af einhverju öðru eða eitthvað slíkt. En svo er annað að stóra sýndavélar sem eru feitar, það er ekkert endilega vandamál. Það geta verið hlutfallslega stærri en eitthvað annað í umhverfinu, en þú bara gerir ráð fyrir því í hönnunni. Þannig að ef þú veist að einhver sýndavél er að fara að gera einhver vinnu sem að krefst mikils álags, þá þetta bara að passa að það sé til rýmd í kerfinu. Þannig að þó að það sé stór kassi, þá er það ekkert endilega vandamál. Þannig að það er bara að passa að það hanna fyrir því og þá er mjög mikilvægt að þekkja umhverfið þitt og þekkja hvað er búið að selja inn á búnaðinn eða hvaða vinnuálag er búið að leggja fyrir kerfið. Og það sem er lykillinn í þessu, það er auðlindastjórnun og það er að eiga raunverulega fyrir svona vinnuálagi og það er að gera ráð fyrir að umhverfið stækki og þú átt að gera ráð fyrir að það bili einhverju komponentur í umhverfinu. Þú ert kannski með 3 diskastæður og þú dreifir álagið milli þeirra og svo bilar einn kontrollur í einni diskastæðu og þá átt að eiga vinnslugetu í hinum fyrir það eða sýndarhost. Þú átt að eiga fyrir því að geta gert viðhald líka, uppfært hugbúnað og slökkt á hlutum í umhverfinu og það þarf að skilgreina þá hvað er eðlilegt álag. Og hvað er bara kúnninn ánægður og ég er ánægður með umhverfið og þannig að það sé eitthvað svona baseline. Þannig að það sé ekki
bara óljóst hvað eðlilegt. Þegar einhver segir, það eitthvað en miðað við hvað? Þú veist, í lagi að séu 10 millisekúndur í diskafið? Eða í lagi að séu 50 millisekúndur? Hvert verkefnið og hvað baselinið? Þannig að það þarf að skilgreina það einhvern veginn og gera sér einhverjum hugmynd það. Og eins líka með uppitíma, þjónusta oft seld með einhverjum ákveðnum uppitíma, 99,95% uppitíma og þetta þarf að skilgreina. Þannig að það sé að vita að einhvern tíma þurfa kerfin að fara í endurræsingu og það einhver niðri tíma út af einhverju bílunum og annað slíkt. Og til þess að geta gert þetta, þá þarf að eiga pening fyrir því og maður þarf að fá fjármálastjóran í lið. Í staðinn fyrir að segja bara, núna allt komið í skrúfuna og núna bara verði ég að fá meiri resource í umhverfið mitt, að vera búin að gera samning við hann raunverulega að þegar einhver ákveðnum mæleiningar eru komnar upp í sem einhverja 70% notkun eða eitthvað, að þá bara ætlum við að tryggja innkaup. Það sé ekki bara svona óvænt allt í einu. Þannig að það sé bara sýnilegt, mælanlegt markmið og þá tryggjar innkaup inn í búnaðinn og þá lendir maður ekki í tómu vesinni með allt í skrúinni og lausnin að kaupa, ok, fair enough, en það tekur 3 vikur að fá búnaðinn og enginn glaður. Þannig að það þarf að koma sér í veg fyrir það. Og svo líka þáttur að þekkja umhverfið og vinnslurnar í því. Og vita svona, hérna eru svona heavy hittirannir mínir og svo hérna einhver mikilvæg kerfi og það getur verið minna mikilvæg kerfi en eru með mikla þarfir samt. Þannig að þá þarf að þekkja eins footprintið á vinnu álæginu. Og svo þetta með að nota svona hugbúnað, snjallan hugbúnað til að hjálpa sér. Þetta eins og smiður sem ætlar að smíða hús. Þú réttir hennum ekkert bara fullt af plönkum, þá þarf að hafa einhver verkfæri. Sag og hamar og nagla og allt það sko. Þannig að hráefnið eitt og sér ekki nóg, það þarf að hafa verkfæri. Og talandi verkfærina þá oft eiginleikari hugbúnaði. Þú kaupir hérna basic útgáfuna og standard útgáfuna og svo Enterprise Plus og það ofta ódýrara hreinlega bara að kaupa sér dýrari hugbúnaðarleyfi en að fara að ráða fullt af mannskap sem á að gera hlutina. Það yfirleitt svona reynslan að það ekkert svo margir tæknimenn á Íslandi til dæmis. Það bara það vantar. Þannig að það kannski bara miklu ódýrara að kaupa bara hugbúnaðarleyfi sem kannski með einhver sjálfvirkni og einhverja varnir og annað slíkt. Og hérna svona bara glæra ástand sem þú vilt ekki vera í þarna ofan, það sem álag á örgjörum alveg í botni og það engin leið að viðhalda kerfinu. Allir eru óánægðir og svo neðri myndin það sem rýmt fyrir viðhaldsgluggum á búnaðinum og rýmt fyrir stækkanir. Og svo líka þarna svolítið atriði að þekkja bara, vita, ok, ef álagið komið upp í 30 eða 40%, þá veit ég að gagnagurinn skörandi mínir byrja að kvarta og þessi kunni byrjar að kvarta. Þannig að ég þarf svona að vita svolítið hvað ásættanlegt álag og miða þá þessi innkaup miða við það. Segja bara, ok, minnið má vera svona mikið notað og CPU má vera svona mikið notað og þá ætlum við að tryggja innkaup. Þannig að gera sér grein fyrir hvenær byrjar vandamálin og kvartanir og annað slíkt og reyna að vera þá alltaf undir því og eiga fyrir viðhaldi. Og hérna svona protection inn í VCOPS, þar sem ég tók skjáskot á einhverju tímapunkti og þá á einhverju tímapunkti var ég í einhverju álagi en þarna var tólið búin að projekta það að eftir einhverja 2 mánuði þá var ég komin að þessum skilgreinda pain point. Þannig að 2. janúar þarna vil ég vera komið með hóstinn í rekstur. Þannig að ég lendi ekki í þessum pain point. Þannig að ég veit að það tekur mig 2-3 vikur að fá hóstinn. Þannig að í staðinn fyrir að gera það þegar allir byrja að kvarta þannig 2. janúar, þá ég búin að gera það í byrjun desember og fæ hóstinn í lok desember og enginn verður fyrir áhrifum. Þannig að það er mikilvægt að reyna að hafa einhver svona protection tool og til þess að spara sér þetta rauðasvæði þannig sem að ég veit bara ef ég er komin inn í þetta rauðasvæði þá eru bara ákveðnir kunnar sem fara að finna fyrir því og þeir byrja að hringja og þá eru viðskiptasamböndin komin í hættu og allt þetta sko. Og hérna eru nokkrar svona stillingar inn í þessum tólum og það sem að þetta limitera stærða eða magna ákveðnum vinnslum eða þá að setja inn kontról sem að segir sko, þú fyrirgefðu hugbúnaður, þú mátt ekki keyra hraðar
en sem býr til meira latency en til dæmis 30 millisekundur. Þannig að í efri glugganum þarna ég búinn að setja inn í afritunarhugbúnaðinn minn og þú mátt ekki afrita hraðar en það sem þú genererar af latency upp í 30 millisekundur. Og svo ég með hérna í neðri glugganum dæmi síndævel sem var allt of frek og kúnninn var ekki tilbúinn að borga fyrir hérna geðveika hraða á diskum og þannig að það var bara skilgreint. Ok, þú ert bara að borga fyrir svona mikið hraða og þá set ég limit. Þú segir, þú fær bara svona mikið hraða á hámarki. Þannig að það er hægt að setja inn svona limits og svona sjálfvirkar hraðatakmarkanir og þetta er yfirleitt þá komið inn í eitthvað svona Enterprise eða Enterprise Plus útgáfu hugbúnaði. Og í staðinn fyrir að vera í einhverju tómu vandamálum miðanætur út af afrituninni og þá bara kaupi ég aðeins flottari hugbúnað og þú getur sofið. Þannig að það líður öllum betur. Heyrðu annað, þá þakka ég bara fyrir mig en endilega þið hafið einhverjar spurningar. Einhverjar spurningar? Sleppa vel. Fyrsta, annað og... Ok. Já, heyrðu þá þakka ég annars bara fyrir. Þakka Marteini vel fyrir, takk.